Donni, til að byrja með bara til hamingju með þennan frábæra sigur á Stjörnunni. Þakka fyrir að kæla fyrir það. Svona, já, hvað á að segja, þetta var flottur leikur hjá þínu konum, vel spilaður, Stjarnan nálægt að komast yfir til að byrja með. Strax í næst sókn þá skorar Sandra María gott mark. Varst þú með eitthvað upplegg eftir markið? Nei, það er bara heldur sínu strikki. Við vorum með upplegg bara alla leikinn og það gekk nokkuð vel eftir. Vissulega Stjarnan náttúrulega bara geggja lið, geggja sóknarlið sérstaklega og halda hreinu frábært, en við vissum að þær myndu ógna okkur og þær myndu fá færi. Það var engin spurning, við fær Stjarnan færi því þær eru náttúrulega með landsliðsmenn í öllum stöðum. En mér fannst þetta bara virkilega vel gert hjá mínu liði og ég er mjög ánægður og ótrúlega stoltur af stelpunum að klára þetta svona eins vel og það gerði. Kannski erfitt að taka leikmenn út úr jöfnunni, en náttúrulega söndrurnar hérna frammi eru náttúrulega kannski, já, má segja, gerir gæfumuninn fyrir flest lið og þú kvartar ekkert af að þær í þínu liði það? Nei, ég kvartaði ekki, alls ekki. Það skoruðu allar framherjarnir hjá okkur í dag, allar 3 og Hulda Ósk er svona kannski ótrúlega vanmendi leikmaður. Hún er komið með 7 mörk í sumar sem er frábært og hún er búin að vera ótrúlega drjúg í sumar og þetta mark sem hún skoraði náttúrulega alveg geggja svona Ronaldinho mark sem kláraði leikinn, en vissulega náttúrulega frábær Sandra og Sandra. Það er ekki spurning, en ég er náttúrulega bara eins og alltaf, liðseildin er bara geggjuð og það er sem skapir þetta og höldum hreinu og það er náttúrulega skiptir öllu máli. Við ætlum að halda hreinu og erum að læða markið á móti þessu frábæra liði, en ég get ekki kvartað að við skolum 3 hérna. Aðeins Lilly, hún er ekki búin að spila núna síðan fyrir EM hliðið það ekki. Hún kemur hérna inn á, er hún öll að koma til? Já, hún er bara öll að koma til. Hún er aðeins að komast til í formi og svoleiðis. Hún er tiltölulega nýbyrjuð, hún var búin að taka 3 æfingar fyrir þennan leik, eða 4 og er svona bara öll að koma til og styrkjast og það hjálpar okkur bara í baráttunni. Lára er búin að vera alveg frábær í þessu hlutverki sem tóku við rauninni við af þegar Lilly meiddist og hún er bara algjörlega staðið sér gjörsamlega frábærlega og ekkert út á það hana að klaga, en Lilly er náttúrulega einn allra besti varnarmaður deildarinnar og vissulega styrkir það okkur að hún sé orðin heil. Nú kemur, eins og ég nefndi hérna Söndru áðan, kemur enn einn pásan, 19 dagar í næsta leik. Hvernig undirbýr þjálfari liðið sitt fyrir svona sérstaklega andlegu hliðina í þessari löngu bið eftir leiknum? Já, þetta er alveg umulegt. Við myndum örugglega vilja spila allar á morgun bara, stelpurnar er alveg hiklaust sko. Þetta er ekkert svo flókið verkefni, við bara einbyttum okkur að leiknum sem er og núna getum við undirbúið okkur þá bara af þvílíkri kostgæfni. Við verðum ekki betur undirbúið líklega fyrir einn leik og ef stelpurnar kom ekki klárlega þennan leik þá veit ég ekki hvað og ég full að trúa því að þær mæti hundbrjálaðar í þennan leik, alltaf kláran. Takk að kjalla fyrir þetta.